Gísla Tryggva, verslunarstjóra Netto Akureyri. Þið voru að skrifa undir eða framlengja samning við Þór Káa í kvöld. Já, mikið rétt. Við erum mjög stoltir að halda þessu samning áfram og styrkja svona öflugt félag. Við höldum því sjálfsögðu áfram. Segðu mér, hvaða þýðingu hefur þetta svona yfir höfuð fyrir svona verslunarkeðju eins og Samkaup að vera að styrkja liðið eins og Þór Káa? Þetta okkar liður í að standa undir samfélagslega ábyrgð, fyrst og fremst, og við viljum vera hluta af samfélaginu eins og samfélagið hluta af okkur. Og það að styrkja svona félag okkur til góðs. Og ekki skemmir náttúrulega að Þór Káa, þetta lið sem búið að vera í efstu deild og mjög ofarlega í efstu deild til fjölda ára. Já, nákvæmlega. Og Íslandsmeistarar hafa verið, ekki langt síðan. Var það ekki sérlega ljúft að vera styrktaraðili þegar titillinn kom í hús? Jú, það var mjög ljúft. Ég man alveg til því. Það var mjög gott. Þið sem sé eru bara stolt af nýju samningi, hvað gildir hann, hvað það langur samningur? Gildir í ár núna og upp á 750.000 frá okkar fyrirtæki og svo bara spurning hvernig það verður næsta ári. Sem verður áfram væntanlega og vonum. Herðu, þetta ánægilegt að heyra og ég segi bara og vona að við eigum saman Samkaup og Þór Káa ánægilegt samstarf. Sömuleiðis. Takk fyrir. Takk. Sveinn Torfi Pálsson, framkvæmdastjóri Íslenska verðbréfa eða forstjóri, hvort heldur? Framkvæmdastjóri. Þið voru að skrifa undir nýjan samning, að framlengja styrktarsamning við Þór Káa. Var þetta engin efi í ykkar huga að halda áfram? Nei, það var í rauninni engin spurning. Bara mjög ánægilegt að höfum átt mjög gott samstarf við Þór Káa og mjög ánægilegt að geta haldið því áfram. Nú spyr ég þig eins og ég spyr forráðamann eða útsendara Samkaupa. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir verðbréfafyrirtæki eins og ykkur að vera að styrkja knattspyrnulið? Já, það hefur bara mikla þýðingu. Það bara okkar skylda að láta gott af okkur leiða í samfélaginu. Við erum búin að vera styrktaraðilar Þórs Káa núna í nokkur ár. Við erum líka að styrkja yngri flokkastarfi bæði hjá Þór og Káa í fótboltanum og þetta bara okkur finnst þetta vera okkar skylda að leggja okkar að mörkum. Að skila svona einhverja aftur til þessara starfsemi? Já, að sjálfsögðu. Kemur þetta ekki til með að skila sér aftur líka þegar þessir yngri iðkendur vaxa úr grasi og þetta fólk okkar fer að ráðstafa öðrónu sínum? Jú, vonandi hjá eiga þessi krakkarnir og allir eftir að muna eftir okkur ef það í þannig stöðu. En fyrst og fremst erum við nú bara að styrkja gott starf í bænum. En Svenni, þetta náttúrulega þú sem gamall knattspyrnumaður. Þetta náttúrulega kannski alveg sérlega ljúft að fá sem stjórnandi í fyrirtæki sérlega ljúft að fá að taka þátt í að styrkja knattspyrnuhreyfinguna eða íþróttahreyfinguna skulum við segja. Jó, það mjög ánægilegt og sérstaklega náttúrulega gleðilegt eins og að við verum og vorum að horfa á Þór Káa í kvöld að við erum búin að fá Íslandsmeistaratitil. Þetta lið búið að vinna Íslandsmeistaratitil sem náttúrulega frábært og komast í bikarúrslit og það búið að vera mjög skemmtilegt og ánægilegt að fylgjast með þeim. Og svo við náttúrulega ekki glemma því að það ekkert mörg á síðan að liðið var líka Lengjubikarmeistari og meistari meistarana þannig að eru titlarnir á og til að detta í hús. Já. Við höfum ekkert verið að vinna marga titla í félaginu þannig að þetta mjög ánægilegt. Og það gaman að það skuli líka vera stelpur sem gera það? Já, það ekkert verra. Alls ekki verra. Sölvi, ánægilega ára baki og hvað gildir þessi samningur? Hvað það, 1 ár eða 2 ár? Nei, ég held að þetta sé 3 ára samningur. Þannig að við vonandi eigum eftir að eiga góð 3 ár til viðbótar. Já, ég vona það svo sannarlega. Bara gleðileg 3 ár. Já, það verða það.